Leikritin Partíland og Vinsæld voru frumsýnd á árshátíð Elstastegs grunnskóla Grindavíkur í vikunni. Löng hefð fyrir uppsetningu leikverka á árshátíð skólans. Nemendur í 7. og 8. bekk sýndu leikritið Partíland í leikstjórn Aldísar Davíðsdóttur og nemendur í 9. og 10. bekk sýndu leikritið Vinsæld eftir Pálmar Guðmundsson í leikstjórn höfundar. Hvað gera sagði barinn? Það augljósa epli. Bera fólk! Hei krakka! Hvað sagði Prumpi við Prumpi? Hvað? Hvað er það að gera maður? Takk fyrir að drepa stemning. Byrjaðu aðeins að segja mig frá þessu verki sem þú varst að skrifa. Herðu, þetta er árshátíðarleikrit hjá 9. og 10. bekk og fjallar svona rauði þráðurinn er vinátta og að vera vinsæll og hvort að það sé eitthvað sem skiptir máli og ýmislegt svona í kringu það. Hvar nærðu þér í grunninn í þetta? Herðu, þetta er tekið svona héðan og það er svolítið gaman einmitt. Maður svona ýmislegt bæði sem maður er að upplifa sjálfur og líka svona sem með vakið athygli og svo tekum við þetta svona allt saman og setjum einn pakka og svo þurfti náttúrulega að gíra mig svolítið upp og fara svolítið aftur í tíman og verða 15 ára og til að reyna að átta mig á þessu hvað þau vilja. Þetta snýst svolítið hvað þau, eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt sko. Þannig að þetta er svona byggt svolítið í kringum það. Hvað fekk ykkur til að taka þátt í að setja upp svona leikrit? Er ykkur leiklistabaktería í ykkur? Já, bara mjög mikið í mér. Mér finnst bara allt sem tengist leiklistinni mjög skemmtilegt, bara allt saman. Ég er fæddur í þessu en ég á frænku sem er að vinna í Borgarleikhúsinu og ég er bara mjög þakklátur að vinna sem er leiklist eða eitthvað líka hérna í dag. Þú varst að semja og leikstýra Partílandi. Já, það passar. Við vorum að semja svona í sameiningu. Það var svona spunaleikrit. Hver er boðskapurinn? Boðskapurinn er eiginlega sá að það er alveg sama hvaða höft eru sett á mann. Sama þó að sé Partíland, þá vill maður samt hafa frelsi til að velja sjálfur.